Já, kæru kirkjugestir, verið velkomin hérna í fallega helgidóminn okkar í Hveragerði, þar sem við ætlum að kveðja Auði í hinsta sinn. Við erum mörg hér í dag og það eru líka einhverjir að fylgjast með okkur í gegnum netið. Við hugsum líka til ykkar sem ekki fengu tækifæri til að vera með okkur hérna í kirkjunni. En fylgist vel með í sálmaskráni og takið undir í sálmanum og samsöng og svo hvet ég ykkur til þess að taka hljóð á símanum ef þið hafið gleymt því. Við byrjum þessa stund á því að signa okkur og við segjum saman í nafni Guðs, Föður og Sonar og Heilags Anda. Amen. Látum oss biðja. Almáttugir og miskunnsami Guð, þú sem ert veikum styrkur, þreyttum endurnæring, sorgbitnum huggun og hinum deyjandi líf. Guð alls þolgæðis og allarar huggunar. Hjálpa oss til að öðlast trú og von á þig og treysta nálægð þinni og kærleika fyrir Jesú Krist, Drottinn vorn. Amen. Í Davíðs sálmum standa þessi orð. Drottinn er minn hirðir, mig mun ekkert bresta. Á grænum grundum lætur hann mig hvílast. Leiði mig á vötnum, þar sem ég má næðis njóta. Hann hressir sál mína, leiðir mig rétta vegu, fyrir sakir nafns síns. Jafnvel þótt ég fari dimman dal, óttast ég ekkert illt, því að þú ert hjá mér. Sproti þinn og stafur hugga mig, þú býr mér borð frammi fyrir fjendum mínum. Þú smyr höfuð mitt með olíu, bikar minn barma fullur. Já, gæfa og náð fylgja mér alla ævidaga mína og í húsi Drottins bý ég langa ævi. Þannig hljóðar Guðs orð.
Heyrum heilagt Guðspjall sem hljóðar svo í Drottins nafni. Þetta hef ég talað til yðar til þess að fögnuður minn sé í yður og fögnuður yðar sé fullkominn. Þetta er mitt boðorð, að þér elskið hvert annað eins og ég hef elskað yður. Enginn á meiri kærleik en þann að leggja líf sitt í sölurnar fyrir vini sína. Þér eru vinir mínir, ef þeir geri það sem ég býð yður. Ég kalla yður ekki framar þjóna, því þjónninn veit ekki hvað húsbóndi hans gerir. En ég kalla yður vini, því ég hef kunngjört yður allt sem ég heyrði af föður mínum. Þér hafi ekki útvalið mig, heldur hef ég útvalið yður. Ég hef ákvarðað yður til að fara og bera ávöxt sem varir, svo að Faðirinn veiti yður sérhvað það sem þér biðið hann í mínu nafni. Þetta býð ég yður, að þér elskið hvert annað. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall.
Í Guðspjalli dagsins sem við fengum að heyra rétt áðan talar Jesús fögnuð. Ekki léttvægan fögnuð sem rís og fellur með aðstæðum og stemningu. Nei, djúpan fögnuð sem á rætur í kærleika, sem á rætur í tengslum og í lífi með raunverulegum tilgangi. Og hann segir, þetta hef ég talað til yðar, til þess að fögnuður minn sé í yður og fögnuður yðar sé fullkominn. Já, Jesús talar fögnuð, ekki fögnuður sem sprettur upp af því að loka sig af frá heiminum og vandamálum hans. Nei, fögnuður sem í samhengi vensla og tengsla. Og svo talar hann vináttu. Ég kalla yður vini, segir hann. Hann kallar okkur ekki þjóna sem hlýði blindni. Nei, hann kallar okkur vini, vini sem taka þátt í lífinu, vinir sem skilja, sem spyrja, já, sem jafnvel mótmæla þegar þörf á. Já, vinur sem stendur með þér í gegnum þykkt og þunnt. Vinátta sem felur í sér jafnræði, virðingu og sameiginlega ábyrgð. Ég man þegar ég var ungur maður, þá kynntist ég einmitt fallegum texta vináttuna úr orðskviðunum sem þótt alltaf svo vænt sem hljómar svo í eldri þýðingu: vinur elskar ætíð og í nauðum hann sem bróðir. Þessi orð og orð Guðspjallsins minna okkur á að kærleikur kristinnar trúar er aldrei aðeins tilfinning. Kærleikurinn líka ákvörðun. Ákvörðun sem birtist í því að standa með sínum minnsta bróður, láta sig varða hvernig samfélagið skipað og gefast ekki upp í gleðinni þrátt fyrir mótbyr. Og þessi kærleikur sem Jesús talar kærleikur sem reiðubúinn að leggja eitthvað af mörkum. Já, jafnvel sjálfan sig og jafnvel líf sitt fyrir vini sína. Það slíkur kærleikur sem skilur eftir sig djúp spor. Jesús bæti því svo við að hann hafi valið okkur til að bera ávöxt sem varir. Það huggun í þessum orðum. Ávöxturinn sem Jesús talar ekki mældur í titlum, orðum eða árangri skráðum og viðurkenningaskjölum. Nei, það ávöxtur sem lifir áfram í fólki. Það hugrekki sem smitar, gleði sem kveikir von, orð sem hljóma áfram í minningu þeirra sem hlustuðu. Og þegar við komum saman hér í dag til að kveðja auð í hinsta sinn, stöndum við ekki tómhent. Vináttan sem var ræktuð, kærleikurinn sem var sýndur, hláturinn og gleðin sem þið munið vel, allt þetta ávöxtur andans, ávöxtur sem varir. Og þar í þeirri samfellu kærleika og tengsla hvílir hin kristna von. Að lífið sé ekki tekið frá okkur, heldur að líf okkar sé falið Guði. Hér og áfram inn í okkar líf og inn að lokum inn í eilíðina. Það falið á honum sem kallar okkur ekki þjóna, heldur vini. Og Jesús segir að lokum, þetta býð ég yður að þeir elski hvert annað. Þar bæði uppspretta og endapunktur fögnuðarins. Og þar lífið sjálft. Auður Guðbrandsdóttir fæddist 1. júní 1932 að Tröð í Kolbeinsstaðahreppi á Snæfellsnesi.
Foreldrar hennar voru Guðbrandur Magnússon og Bjargey Guðmundsdóttir. Auður var fjórða elst í hópi 12 systkina og af þeim eru 6 á lífi í dag. 2 þeirra kvöddu á síðasta ári, Sigga í maí og Mangi í desember, og Auður náði að mæta í síðustu jarðarförina hjá Manga og hitta allt frændfólkið, nokkuð sem var henni mikils virði. Auður ólst upp hjá móðurforeldrum sínum að syðstu görðum í Kolbeinsstaðahreppi og síðar hjá móðursystkinum sínum á sama bæ eftir að amma og afi létust. Syðstu garðar eru í sömu sveit og Tröð. Auði leið vel í görðum en hefði heldur kosið að alast upp með systkinum sínum. Hún þótti liðtæk í vinnu og vann hefðbundin sveitastörf þess tíma en var einnig send á bæi í sveitinni þar sem aðstoða þurfti við, til dæmis vegna veikinda eða barnsfæðinga. Auður stundaði nám í farskóla í sveitinni og síðar við húsmæðraskólann á Laugarvatni. Hún hefði svo gjarnan vilja mennta sig meira en þess var því miður ekki kostur. Eiginmaður Auðar var Sigurður Magnús Sólmundarsson, listamaður og húsgagnasmiður, fæddur 1930. Hann var yfirleitt kallaður Siggi. Hann var alinn upp í Borgarnesi. Börn þeirra eru Sólmundur, fæddur 1956, kvæntur Sjöfn Sveinsdóttur. Sólmundur á 4 syni, 14 barnabörn og 1 langafabarn og Sjöfn á 2 börn og 4 barnabörn. Anna Kristín, fædd 1957, gift Þorvarði K. Ólafssyni. Anna Kristín á 3 börn og 9 barnabörn og Þorvarður á 2 syni og 4 barnabörn. Guðbrandur, fæddur 1960, kvæntur Sigríði Helgu Sveinsdóttur. Þau eiga 3 börn og 8 barnabörn. Bryndís, fædd 1962, hún á 3 börn og 3 barnabörn. Steinunn, fædd 1964, gift Andrési Úlfarssyni. Þau eiga 2 börn og 6 barnabörn. Og beinir afkomendur Auðar eru 61 talsins og það fyrir utan tengdabörn og öll stjúpbörnin. Auður og Siggi hófu búskap í Reykjavík og bjuggu þar á árunum 1956 til 1959 og giftust árið 1957. Svo fluttu þau austur fyrir fjall og reistu nýbýlið Akurgerði í Ölfusi. Á meðan byggingin var í gangi bjuggu þau hjá foreldrum Sigga í Hlíðartungu sem næsti bær í sömu sveit. Þau bjuggu í Akurgerði til 1970 og stunduðu búskap fyrstu árin. Siggi vann við smíðar utan heimilisins svo það kom í hlut Auðar að sinna búverkanum sem ekki var þó hægt vik með 3 smábörn og heilsan ekki upp á það besta. Þau hættu með búskapinn og Siggi rak eigið trésmíðaverkstað í Akurgerði. Þau höfðu fengið bílinu útlítað í gegnum landnám ríkisins sem sett var á laggirnar til að hvetja ungt fólk til að fara að stunda búskap. Mörgum þótti það nokkuð áræðið hjá unga parinu með 2 ung börn að fara út í þetta ævintýri, en þau nutu nábýlisins við tengdaforeldrana. En svo seint á 7. áratugnum skall svo enn ein kreppan á Íslandi og neyddist þau til að bregða búi og flytja með sína stóru fjölskyldu, en þá voru börnin orðin 5. Lausnin var að flytja til Hveragerðis. Fyrstu árin starfaði Auður, meðal annars í mötuneytinu á elliheimilinu Ási í Hveragerði. Henni rann til rifja bágar aðstæður kvenna á vinnumarkaði á þeim tíma.
sem var til þess að hún fór að starfa að verkalýðsmálum og í pólitík. Ástæður þess voru ekki síst ójafnrétti sem hún upplifði sem starfsmaður í mötuneytinu, með lágmarkslaun eins og kornungar stúlkur, þrátt fyrir að hafa verið húsmóðir í mörg ár og verið húsmæðraskólagengin. Þessi barátta Auðar lýsir vel lífsmottói hennar, sem ættingjar hugsa oft til og vitni í: ef þú vilt breytingar, farðu þá út og gerðu eitthvað, láttu þig málin varða. Og dæturnar hvatti hún óspart til sjálfstæðis og hún bað þær vinsamlegast að vera ekki háðar körlum með afkomu. Auður stofnaði þvottahúsið Hveralín í Hveragerði árið 1984 og starfrækti það til ársins 1995. Það gerði hún til þess að skapa sér betri aðstæður á vinnumarkaði. Eins og hún sagði sjálf í blaðaviðtali: mér langaði að skapa mér sjálfstæða atvinnu og leið létta undir með þreyttum útivinnandi húsmæðrum og fría húsbænduna við að læra á þessi flóknu þvottatæki heimilina. Talandi um þriðjuvaktina. Auður var virk í starfi með Alþýðubandalaginu og sat í hreppsnefnd Hveragerðishrepps fyrir þann flokk í 2 kjörtímabil og sat þá í ýmsum nefndum sveitarfélagsins. Hún tók virkan þátt í félagsstarfi í Ölfushreppi og Hveragerði, svo sem í kvenfélaginu Bergþóru og verkalýðsfélaginu Boðanum. Hún sat í stjórn menningar- og fræðslusambands Alþýðu og í stjórn tónlistarskóla Árnessýslu. Auður hafði mikla ánægju af þessu félagsmálavafstri og sagði samstarfið í hreppsnefndinni hafi alltaf verið gott. Og þegar starfsævinni lauk helgaði hún félagi eldri borgara í Hveragerði krafta sína, þar sem hún geymdi formennsku árabil og átti hún drjúgan þátt í því að koma upp aðstöðu fyrir félagið í Þorlákssetri. Hún fór fljótlega að prjóna lopapeysur og selja þar sem henni þótti ellilaunin ekki nægja til framfærslu. Og við prjónaskapinn horfði hún á allar útsendingar Alþingisrásarinnar og voru fáir meira inni í því sem gerðist á þeim vettvangi og vildi hún gjarnan vita hvað afkomendum fannst hitt og þetta. Og hún var misánægð með það sem hún sá á skjánum og hefði helst vilja skjóta sjónvarpið þegar ákveðin stjórnmálamaður birtist þar. Og þá var hann að sjálfsögðu ekki að tala um Ingu Sæland. Í Dynskógum, þar sem fjölskyldan bjó lengst af, var fjörugt og oft glatt á hjalla og var heimilið stundum kallað ljónagrifjan af vinum. Auður og Siggi voru bæði virk í félagsstarfi og var oft gestkvæmt á heimilinu, auk þess sem vinir barnanna komu í hópum og voru ávallt velkomin. Aldrei var amast við því, þótt freklega hafi verið gengið á matarbirgðir heimilisins á meðan foreldrarnir voru í vinnu. Tengdabörn voru umsvifalaust tekin inn í fjölskylduna og héldu vináttu við Auði áfram þrátt fyrir að sum hjónaböndin hafi endað með skilnaði. Og Auður og Siggi áttu ástríkt hjónabönd. Þau voru ólík en bættu hvort annað vel upp. Siggi var hugmyndaríkur, skapandi, hvatvís og var oft fljótur að framkvæma. Auði fannst forgangsröðin ekki alltaf rétt, en hafði samt lúms gaman að uppátækjunum. Siggi var mikill listamaður og listaverk eftir hann prýða heimili margra. Sigurður lést á slysförum 3. júní 1995, einungis 3 dögum eftir að Auður hafði selt þvottahúsið. Loksins ætluðu hjónakornin að fara að njóta ávaxta erfiðisins og það var Auði sem og allri fjölskyldunni að vonum mikið áfall. En Auður var sterk kona
og náði að koma sér í hverdaginn aftur að lokum. Auður var sterkur persónuleiki. Hún var manneskja sem fyllti sérhvert rými með nærveru sinni, en gleðin og hláturinn voru aldrei langt undan. Og gleðin hennar eitt af því sem niðjar hennar muna best. Svo ég vitni eitt af langamubörnunum sem átti þessa dásalegu tilvitnun. Eina tilfinningin sem Auður amma fann fyrir var gleði. Auður var félagslynd og naut þess að hafa fólk í kringum sig og ræða landsins gagn og nauðsynjar. Hún naut þess meðal annars að eiga gott spjall við bræður sína, framsóknarmennin á Mýrunum. Hún var miðlæg í sinni stóru fjölskyldu og naut þess að umgangast barnabörnin og ekki minnst langamubörnin þegar þau náðu málþroska, því þá gátu þau átt samræður sem hún gerði óspart. Oft var gripið í spil, í Olsen eða Kana, allt eftir aldri barnanna. Einkum naut hún þess að börn og barnabörn Steinunnar bjuggu í Hveragerði og komu daglega að heimsækja Löngutöng, eins og þau kölluðu hana. Auður bjó í Hveragerði allt til æviloka, að undanskildum 3 árum sem hún bjó á Selfossi. Hún flutti þá að heiman, eins og hún sagði sjálf, en þá byggu 4 af börnunum hér í Hveragerði. Auður mætti ellinni af reisn. Hún naut lífsins og samskipta við fólkið sitt og henni fannst erfitt að kveðja að lokum. Síðustu mánuðina dvaldi hún á hjúkrunarheimilinu Ási í Hveragerði, þar sem hún lést 27. janúar. Og áður en við heyrum næsta tónlistaratriði þá ætla ég að minna á að allir eru hjartanlega velkomnir til erfidrykkju í Ingólfsskála í Ölfusi að athöfn lokinni.
Látum oss biðja. Guð Faðir í himnaríki, miskunna þú oss. Guð sonur og lausnari heimsins, miskunna þú oss. Drottinn Guð heilagi andi, miskunna þú oss. Nú lætur þú Drottinn, þjón þinn í friði fara eins og þú hefur heitið mér. Því að augu mín hafa séð hjálpræði þitt sem þú hefur fyrirbúið í augsýn allra líða. Ljós til opinberunar heiðingjum og til vegsemdar líð þínum Ísrael. Vér þökkum þér algóði Guð og eilífi Faðir fyrir ljósið sem við oss skín frá Drottni vorum og frelsara og heilugu orði hans. Veit oss náð til þess að meðtaka það í hug og hjarta, stefna eftir því í tímans straumi og fá að lyktum að hverfa inn í birtu þess í himnesku kærleiksríki þínu. Við þökkum þér á þessari stundi að þú hefur leyst auði frá þrautum og veitt henni hvíld. Verð þú náðugur þeim sem líf hennar var tengt ástúðarböndum. Helga og blessa minningar þeirra allra og varðveit þau á vegum þínum. Heyr þá bæn í Jesú nafni. Amen. Allar bænir vorar félum við í þeirri bæn sem Drottinn hefur kennt oss og biðjum öll saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem við og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Og þá ætlar barnabarn Sóli Hólm að syngja fyrir okkur og leiða okkur líka í samsöng. Gjörðu svo vel.
Rísum á fætur, gjörið svo vel. Lofaður sé Guð og Faðir Drottins vors Jesú Krist, sem eftir mikilli miskunn sinni hefur endurfætt oss til lifandi vonar fyrir upprisu Jesú Krists frá dauðum. Jesús sagði: Ég er upprisan og lífið, sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyi. Af jörðu ertu komin, að jörðu skaltu aftur verða. Af jörðu skaltu aftur upp rísa. Veit henni Drottinn þína eilífu hvíld og lát þitt eilífa ljós lýsa henni. Hún hvíli í þínum friði. Amen. Og við skulum standa áfram og svo syngjum við saman síðasta sálminn. Drottinn blessi þig og varðveiti þig. Drottinn láti sína ásjón lýsa yfir þig og seður náður. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Í nafni Guðs, Föður, Sonar og heilags anda. Amen. Guði séu þakkir sem gefur oss sigurinn fyrir Drottinn vor, Jesú Krist. Amen.